Já, það held ég, kæru hlustendur. Það föstudagurinn 11. nóvember. Það dagur einhleypara. Ég einhleypur sem vel og ég fagna þessum degi mjög vel. Það ekki? Jú, það ekki. Verður ekki að vera eitthvað svona mótvægi á móti þessum Hvernig Valentínusardegi og... Já, þetta dagur. Herðu, nú... Þú ert að gera vinnu mína svo erfiða. Nú þarf ég að sensora aftur. Já, sorry. Þetta góðu dagur. Þetta góðu dagur. Góðu dagur og hérna... Já, demba okkur beint í bara... Já, við tökum nú kannski aðeins hérna, en kannski réttast að minna á pingjan.is að skrá sig í fréttabrifið. Já. Sem kemur út, í dag. Alla fyrsta. Og svo mögulegist deep into pingjan Facebook-hópurinn okkar. Það alltaf að gerast þessar myndir. Já. Nú, svo kannski líka rétt að koma inn á að næstu 2 þættir, þeir verða risastórir. Við erum búin að bóka 2 risastóra gesti. Næstu 2 föstudagsþættir. Næstu 2 föstudagskafi. Já, ef við verðum á lífi eftir næsta þátt á þriðjudaginn, þá gæti næsti föstudagsþáttur verið mjög góður. Já, við bara næsti þriðjudagsþáttur, þessi ársreiningaþáttur, hann verður Hafari. Það verður hafari þar. Já. Það ekki hóla í höggi, ég get sagt þér það. Eins og kemur fram þá bara bjóðum við líkama okkar hérna fyrir aftan hús bara til grýtingar sko. Svo ég segi, það ekki hóla í höggi, það verður hóla í skrokki sko, eða höggi í skrokki. Já, en hérna, já þið munið bara komast að því en allavega þá erum við núna í föstudagsskafinu og næstu 2 þætti þá ef að segja, hver að koma? Sko, ég veit ekki hvort það mæti, en við erum að ganga eftir Heiðar Guðjóns, fjárfesti. Það auðmaður. Já. Og svo kemur verðandi auðmaður. Já. Föstudaginn eftir það. Já. Davíð Örn frá Smitten. Og þetta eru 2 mjög skemmtilegir. Það ekkert fast í hendi með þessa menn. Nei. En við segjum 50 dagur, þá erum við algjörlega háði hvort þeir komist á þeim 50. Já, en þeir mæta. Þetta eru busy djöflar og við skulum sjá til hvað gerist. Enga trú á öðru. En með því að segja þetta svona, þá er komin pressa á það að mæta. Já. Ég hugsa það. Algjörlega. En við erum hérna með, Lavazza, Landsbankanum, Brauð & Co, Gorilla og nýjum samstarfsaðila. Já. Örbjörg. Nei, þeir segja alltaf Gaur. Hvað segir þeir? Nei, eitthvað, Gaur. Hvað áttu við? Já, Örbjörg. Já. En þau eru hérna með okkur. Gaur. Og eru hjartanlega velkomin í flóruna. Já, geggjað að fá Örbjörg með okkur. Já. Og þau eru núna að bjóða upp á, þau eru komið með áskriftarleið, 1190 krónur, litlar 1190 á mánuði. Já. Fyrir allan fjandan. Já, þetta er ekki neitt. Ekki með að við sparnaðinn. Nei, þetta er náttúrulega brilljant og svo náttúrulega geta þeir sem eru ekki með áskrift nýtt sér sko samanburðar, fítusinn þeirra. Það sem eru tekin bara húsnæðislán og tryggingar og alls konar. Þetta er líka þessi samanburðartabla, það er allt talið saman eiginlega í milljónum. Já. Og ég myndi bara henda mér í áskrift og... Já, svo það endalist valjú fyrir lítinn aur. Já. Og það aldrei að vita nema við fáum þau í spjall bara hérna fljótlega. Ef það er hægt. Já, ef það er hægt. Ég held sem mjög erfitt að bóka, þau eru busy. En Örbjörg, tjekki á þessu í Guðanabænum. Þau eru hérna með, eins og ég segi, hérna samanburð, til dæmis með lánin. Ég held þetta originally nærmannir með lánin. Að bera saman húsnæðislánin. Já. Svo eru þau með raforkuna. Það er mjög sniðugt. Ég eiginlega skil ekki af hverju einhver Íslendingur fyrirtækja eigendur sérstaklega, tjekki á þessu. Já, er ekki þarna inni að skipta yfir á lægsta verðið. Já. Húsfélög líka, geta tjekka á þessu. Húsfélög, já. Þetta er easy cash fyrir húsfélög. Þetta er svona verðbólgutips að fara inn á Örbjörg og spara sér aur. Algjörlega. En við þökkum þeim kærlega fyrir og talandi kannski Örbjörgu þá sé hérna Landsbankinn er í yfirlitinu hjá þeim samanburðar og er að bjóða upp á lægstu vexti breytilega óverðtryggða hjá bönkunum. Þannig að þú sér það og Landsbankinn er náttúrulega sjálfsögðu með okkur líka. Landsinn, Örbjörg. Það er allir að tróða sér snúðum frá Brauð & Co og Já. Skvetti sér kaffinu frá Lavazza. Yes, ég hefði nú haldið það. En svo er náttúrulega hérna, það er díl vikunar hjá Aukakrónum. Já. Og að þessu sinni þá erum við hérna með snúran og þar er náttúrulega hægt að kaupa alls konar ljós og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er mjög flott að vörun á heimilið, ég get garantíað það. Þetta geta verið dýr innkaup og hérna það er 5% cashback. Já. Þannig að þú sér það að þú kaupir ljós fyrir 1.000.000, þá ertu að fá 50.000 kall tilbaka. Já, helvíti er það gott. Já. 50.000 kall. 50.000 kall.
það bara drullu fín jólagjöf. Ég segi nú sérstaklega að hún bara krafs út kannski í verslunina krafs út afslátt. Já. Og svo farið 5% og það. Og hvað þetta góðu dagur til að vera með aukakrónukort á Singles Day, á afslætti, að kaupa jólagjafir fyrir pening sem kemur strax tilbaka. Ég að segja, þetta eiginlega bara, þetta briljant þegar þú setur þetta svona fram, sko. Þetta stórglæsilegt. Eru þið með slóganið aukakrónur, það sem peninga vaxa á trjánum? Það dagurinn? Það ætti að vera það, við eiginlega þurfum að leggja það til. En Landsbankinn kæra þakkir fyrir samstarfið, endilega tjekkið á aukakrónum Landsbankans. Nú, herru, það drekklaðinn þáttur hjá okkur í dag. Ég ekki viss að ráða við þetta. Hann gjörsamlega drekklaðinn og ég held að sé kannski best Ég var að byrja bara á honum Sam Bankman-Fried vinn okkar. Já, ertu að tala scam, bank fraud? Já, þú veist, ég veit það ekki. Sko, það sem náttúrulega að gerast núna og það sem við kannski komum inn á það, hann var umræðefni hérna í fyrsta föstudagskaffi þættinum. Já, scam. Frá 8. apríl. Við köllum hann ekki lengur Sam, við köllum hann scam. Scam Bankman. Já, bank fraud. Scam, bank fraud, Fried. Hérna, sko... Það var nú bara í vikunni hérna, var ekki fyrradag, að gengi helstu rafmynta, tók bara alveg svakalega dífu eftir að ljóst var það FTX, ein af stærstu rafmyntakaupöllum heims. Önnur stærsta? Já, önnur stærsta. Henni það ekki bjarga af keppinautum og það talað að þetta rambi núna á barmi gjaldþrots. Í skugga frétta að viðskiptahætti fyrirtækisins séu til rannsóknar hjá bandarískum yfirvöldum. Já. Og það einhver að tala að þarna hafi verið eitthvað skemmað og sko það varð áhlaup og hérna bara að mér sýnist einum degi seldu viðskiptavinir rafmyntir fyrir $6 miljardar sem eru 889 milljarðir íslenskra króna. Já. Nei, á 3 dögum, fyrirgeðu, já, þarna kom þetta. En sko, á 3 dögum. Þetta stórmerkilegt dæmi. Já. Þetta fyrirtæki var held ég verðmetið á 32 miljardar bandaríkjadollara fyrir minn en ári síðan. Já, sko, þegar mest lét þá var Forbes hann á 26,5 miljardar. Ég að tala FTX fyrirtækið. Það var verðmetið fyrir minn en ári síðan á 32 miljardar bandaríkjadollara. Og þegar við fjölluðum hann hérna 8. apríl, þá var hann metin á 24 miljardar bandaríkjadollara, bara hann sjálfur, sko. En svo þú veist, það var nú einhverju fjárfest í þessu hjá honum og Tom Brady var þarna, hann var einhver ambassador fyrir þetta meðal annars og held ég hann hafi fjárfest í þessu og þau voru að biðja eitthvað meira fjármagn og leituðu til Binance, bara helsta keppinauts og voru að biðja $6 miljardar bara hreinlega sko það var bara til að þau gætu sko staðið í skilum á bara útgreiðslu sko og hérna en Binance, þeir bökkuðu út af því. Já. Þannig að þau sitja eftir þarna bara í málaferli við bandaríska ríkið og það allt í steik. Það allt í steik. Ég meina hann sjálfur á einum degi þá droppaði auðvitað hans 94% sko. Og eins og ég segi, við tölum þennan ágæta mann í okkar fyrsta föstudagskaffi og hérna, hann var ríkur á þessum arbitrage tækifærum í Bitcoin. Já, ferðaðist þarna til Japan og keypti hræódýrt og seldi bara markaðsvirði í Bandaríkjunum sko. Það var einhverja hömlur þarna í Japan á rafmynt. Já, að selja, já. Þannig að þú veist, þetta var bara bannað. Já. Við getum ekki verið að ræða þetta aftur. Fólk þarf bara að hlusta þetta. Já, fólk þarf að hlusta. Þar í rauninni það sem greip mitt þar var að hann keyrði á Corollu og bjóð með 10 vinnu sínum. Einhver svona endurræðstemningu. Og hérna, en allavega þetta var bara, við vildum snerta á þessu. Þetta auðvitað ferlegt að hérna. En sko, ég með aðra sögu af þessu, bara svona stutt recap. Ég var ekki búinn að heyra á þessum 6 milljónum að þeir hafi beðið þá. Nei. Þetta voru 2 svona hraðast vaxandi kauphallar og þeir voru frenemies. Sem sagt, Scam, Bank Fraud, Fried eða hvað hann heitir. Og eigandi Binance voru alveg ágætis buddies. Og það gerist 2019 að þeir fjárfesta í hvor öðrum. Kauphallinnar og eru í rauninni bara að líta á sig sem litla bróður að vaksa saman. Binance tekur hins vegar fram úr og verður hraðari, stærri og sterkari. Svo byrjar eitthvað hérna að gerast í fyrra að þeim byrjar að lenda saman, bara naturally, miklu harðari samkeppni þeirra á milli, aðrir að hellast úr lestinni, það er verið að hækka vexti og þetta er ekki lengur sama drauma veröldin.
þegar að Binance þegar að FTX kaupir aftur hlutin frá Binance þá hélt Binance eftir 2 milljörðum af einhver sem heitir FTT sem myndin í FTX já og á sunnudaginn tweetaði gaurinn að hann hefði heimildi fyrir því að scam, bank fraud, freed væri búin að vera Sam Bankman eigandi FTX scam, væri búin að vera tala við regulators eitthvað svona fara á bakvið bakvið Binance þannig að það sem að hann segir, ég ætla að dömpa öllu okkar 2 milljörðum að FTT það er það sem býr til þetta áhlaup á kaupatina og hann segir líka svona undir rós að hann hafi heimildi fyrir að þeir standi höllum fæti þetta býr til sem sagt þetta leikrit sem verður að 2 dögum seinna þá ætla þeir að kaupa það á $1 það var sem sagt á þriðjudaginn að Binance ætla að taka það yfir á $1 þeir voru greinilega bara skuldsettir upp í áður Já, við vorum að tala allavega sko bókhaldið þeirra væri bara eins og svarthól það sýndi bara illa eignir og skuldir og eitthvað svona sko Akkurat og sko það sem gerist er að það rétt sem þú segir, það 6 miljardar dollara í withdrawals á 3 sólarhringum þarna en núna er þeir hætti við þeir segja bara, þeir ætla að gera þetta þannig að ég held þetta hangi bara á blá þræði og það var rauninni ástæðan fyrir því að þeir gerðu þetta ekki var svo að þeir komast þetta í bókhaldið og sá að þetta var bara crap sko svona hliðareffekt Solana er búið að tanka alltaf niðurleið sko Já, því að hann var náttúrulega eitt stór bakker þar Robinhood niður, hann á 10% í Robinhood og þetta er svolítið, núna þegar maður byrjar að ræða þetta það er svolítið gaman að sjá eins og með Twitter alltaf þegar eitthvað stórt er að gerast með Twitter þá voru bréfin í Tesla svo volatile út af því að það vita allir að Musk þú veist, það er hérna litli gullforun hans það er sama gerast þarna að aðra fjárfestingar hjá honum eru núna að fara niður því að þeir vita að hann mun þurfa að liquidata hugsaðu þér samt allt hugsjóna fólkið sem að hló í gær hugsaður, það er illa komið fyrir þessu fólki allir snillingarnir sem að voru í hæstu hæðum og seldu ekki það er rosalega mikið af fólki að fallir fara þurrkast út auðafirinn sko en svo tölum við náttúrulega við höfum rætt þetta, allt sem fer niður kemur upp aftur og svona, þetta ekki þetta er ekki alveg búið en sko þessi gæi var hann algjör þjóðhetja hann var núna að bjarga hinum og þessum í vor sem voru að fara á hausinn hvað hét alltaf, Celsius og allir þessi vettvangar hann ætlaði að leggja $1 miljard í demokrataflokkin hann var orðinn einn stærsti bakker demokrata og svo var hann kallaður hérna the JP Morgan of Crypto það var eitt sem fylgdi honum þannig að þetta er áhugaður saga en það lítur allt út fyrir að FTX sé á leiðin til fjandans og svo sé ég þetta svali, það er allt brjálu þetta svala þetta er ekki svali á FM sko, þetta er svali bara hérna drikkurinn ég sá þetta það var sett markmið að 7500 myndur skrifa undir hérna Björgum Svala og það, ég sé ekki betur en að það sé búið að nást þannig að það er spurning að hann talaði það forstjóri Coca-Cola í gær að þetta væri endanlega ákvörðun það væri fróðlegt að sjá hvað gerist það var bara 50.000 mann skrif undir eitthvað ég held að gerist ekki neitt Nei En veistu hvað svali heitir á norsku? Nei Kúli Þetta er sama Kúli Skemmtilegt En ég veist það algjört Mér veist það steikt sko þú veist hann talar að þetta sé eitthvað svona í samræmi við bara gildi félagsins í dag sko Þú veist ég er mótfallið því að vera að tróða gervisikri í þetta allt sko Mér veist það eiginlega fárulegt Þetta er bara option skilur fólk getur bara ég held að sko gæti verið að eitthvað hafi dregist úr sölu það kom ekki fram en það sem kemur fram er að þetta svona stingur í stúf við þeirra gildi í dag sko sem þú veist hvert er þá gildið sko, að tróðfylla alltaf á gervisikri í staðinn ég verð að viðurkenna það Hvenær keyptir þú þér síðast svala? Já, það er ekkert langt síðan ég er alveg mikill svalamaður sko það er ekkert, þú veist, ekkert on a daily basis sko Ég finna að þetta er svona þetta kemur í körfuna með krökkunum að þú veist, maður dæli þessi í krakkana og spáir náttúrulega ekkert í þessu sykurmagni sem þetta nefna Þetta er bara svo mikið forræðishyggja sko en ég meina markaðurinn leysir þetta Óttar í Tösti og Silvía og Emil eru örugglega að plotta upp eitthvað en þú veist, það sem er að leysa þessa vöru af í dag er gervisykur og fólk, þú veist maður hefur heyrt fólk kvarta yfir að gervisykur fari illa í ákveðið fólk og þetta fer sykur ekkert vel með okkur Er ekki til sykurlaus svali líka það?
Ég þekki það ekki sko, en það er enn og aftur, þú veist, það er enn og aftur, hvað heitir þetta, aspartan eða þessi gerfisíkur sem notaður? Ég veit ekki. Ég veit það, allt saman. Veist, ég mótfallin þessari þróun. Sko, ef einhver hefur áhuga, komið bara til mín, ég skal gefa ykkur vatn, smá rauðvinsedik eða eplaedik og hunang. Hræri þetta saman. Með hvítlaugunni kannski? Ekki hvítlaugi þann drikk. Þetta er svona vegan option. Varstu ekki búin að heyra það? Hunang er orðið vegan. Jú, ég hef búin að heyra það. Já. Ég hef búin að heyra það. Svolítið sniðugt. Myndist á það hérna einhvern tíma. Já. En já, eins og ég sé, þetta er bara... Já, fólk er að tapa sér. Markaðan er leysið þetta. Ég er ekki að tapa mér, en í dag. Mér langar bara að tuða yfir þessu. Já. Ég þurfti að tuða, það er langt sinni ég tuða eitthvað almennilega. Já, ég sé bara, þú veist, glasið er hálf tómt hjá þér. Svalinn þinn er hálf tómur, minn er hálf fullur. Ég held að sé einhver entrepreneur bara núna að reyna að kaupa uppskriftina á fyrir stað. Það er þessi hugssjón með að gerfisíkur sé að tröttur í öllu. Ég er ekki á þeirri línu. Nei, Ég er ekki á þeirri línu. Bara leyfum mér að ráða ef ég vil fá sykraðan drykk. Takk. Herðu, þú ert með eitthvað skemmtilegt líka? Sko, það er búið að vera layoffs. Tala nú ekki FTX, hvað ætli séu margir starfsmenn að missa vinna þarna? Einhver þúsund? Allavega einhverjir. Sko, það var núna á miðvikudaginn tilkynnt Meta, gamla Facebook. Já. 11.000 starfsmenn sem var hvað? 8% af... Annarkvort 8 eða 12. Já, þannig að ég fór í smá... Segjum 10 plus minus 2. Það væri... Segjum 10%. Segjum 7 plus 3 deilt með 4. Ok. Sinnum 2. Flott. Sko, 11.000, þeir kalla þetta right sizing. Hefur ekki heyrt það? Right sizing. Það voru að rétta af röngu tölunar. Bara hérna smá gerfisíkur fyrir þá sem fíla gerfisíkur fleiri sem hafa verið í sömu sporum árinu. Þetta er að með sýnist stærsta hópuppsögnin þess ári. Þetta er tvískiptur liður. Þrískiptur. Ég ætla að taka aðra stórar hópuppsögnir árinu. Svo ætla ég að taka stærstu hópuppsögnir sögunar. Svo er kísukúlukall dagsins, Jack Welch. Sá maður sem talinn hafa rekið flesta á einum starfsferli. Það er svakalegu titill sko. Þannig að ég er bara með the day of the layoffs. Þú ert ekki single inn í helgina nema að það sé búið að reka þig. Það er alvöru single dæmi sko. Jack Welch, hann reynda látin, blessaður. Já, lést 2020. Hann var mikill trömpari hérna. Já. En já, endilega, byrjaðu. Ég er spenntur að heyra. 3700. Það er nú ekki langt síðan. Nei. Ekki með, hvað var það ekki, helmingur af workforce, held það? Við tölum þetta bara í síðasta þætti. Já. Hvað var þetta? Jú, það bil. Já, Stripe, 1100 störf sem er 14% af Stripe. Þetta á bara í síðustu viku. Coinbase, sem við vorum að ræða hann. Nú ertu að tala á árinu, eða ekki? Jú, ég er að taka stærstu teknifyrirtækin á þessu ári. Coinbase, 1100 störf líka, 18% af þeirra starfsfjölda. Shopify, 1000. Netflix 450, Microsoft 1000, Snap 1000, Robinhood 31% af staffinu og það fylgir ekki hvað það eru mörg störf, ekki í einni hópuppsögn samt. Svo er sama, Tesla er búið að skera niður 10%. Þannig að þetta ár er right sizing í tech. Ekki verið gjöfult fyrir tech sko. Þá ætlum við að henda okkur hérna yfir í biggest company layoffs of all time. Á ekki bara, þú veist, ég er með hérna einhver 40, hefur ekki bara takkað stærstu? Jú, taktu bara svona 5 til 10 max. Það sem er, það sem er eiginlega svindl, finnst mér. En það er tekið hérna dæmi að Pentagon tók ákvörðun eftir seinna stríð að fækka úr 450.000 skráðum hermönnum niður í 70.000. Það er talið the largest layoff, en það gerðist ekki á einu bretti. Þannig að við skulum gefa skít í þetta. Gleyma þessu. IBM, 1990, 60.000 störf. Vá. Já. Þeir voru í bobba á þessum tímapunkti. Eitthvað sem segir mér að þeir hafi samt verið með á þessum tíma, þetta hafi ekki verið eitthvað, hvað var þetta mörg prósent? Stendur það? 20, þú veist, IBM var með 300-400 starfsmenn. Já, einmitt, ég að segja það sko. Já, Risa Corporation. Síðan er hérna Sears Kmart 50.000 árið 1993. Þetta var þegar þeir voru að mergea
og þetta oft kallað synergies, við þurfum að ná smá samlegar áhrifum. Pældu í kostnaðinum samt, auðvitað ert að hagraða, skilur við, bara kostnaðinum við þessa aðgerð að segja upp 60 eða 50.000 manns. Þú þarft að borga uppsagnarfrest. Og þú veist, hvað kallar menn þetta, golden parachute og svona fleira. Allir fjandinn. Og svo það líka bara umsýslan í kringum þetta allt, bara manntímarnir sem fari að bara klára þetta allt. Svo náttúrulega alltaf yfirgengilega flókið. Það alltaf ákveðin hluti af fólki sem að það var kannski ekki að gera allt sem það átti að vera að gera. En það breytir því ekki að það sem líka mjög hidden kostnaður við að treyna nýtt fólk inn. Það ofta ekki talið inn í jöfnuna en getur verið helviti stór kostnaður. Fyrirtæki gera ráð fyrir því bara í sín fjármagnsplön, sko. 2008 Citigroup 50.000 starfsmenn. Það nú bara í kjölfar hrunsins. Svo þetta bara endalaust. AT&T 40.000, Ford 35.000, Boeing 31.000 bara á einhverjum tímapunktum. Þannig að þessi 11.000 hjá Facebook bara svona til að setja þetta í samhengi. Þetta stórt. Komast þau inn á topp 40? Það frábær spurning. Væntanlega ekki verið búið uppfærað þarna en bara... Nei. Mér sýnst ekki, Þetta svakalegt. Microsoft 80.000 manns 2014. Hvað er þessi stærsta uppsögn á Íslandi? Ætli þessi ekki bara Efling? Hópuppsögnin hjá Eflingu? Nei. Hvað voru það? 80 manns eða eitthvað? 100 manns? Nei, ég meina, þú veist, ég held að einir bankarnir núna bara í COVID sögðu upp alveg helling, sko. Hópuppsögn. Hvort það hefur farið yfir 200 manns einhvers staðar á einu bretti. Það getur verið. Þetta voru bara 59 hjá Eflingu. Og þó? Var aðteklisvert að koma staði? Hvað ætli sé stærsta hópuppsögn á Íslandi? Ég skal ekki segja. Það var kannski gaman að fá þau frá Eflingu til að taka saman lista. Hvað þau eru á listanum? Hvernig á að standa á hópuppsögn og... Þetta var það gaman. En þetta var skemmtilegt. Svo ertu með Jack Welch, segirðu? Ég fara bara beint í... Við höfum hann í boði að sjálfsögðu Lavazza. Við erum frussandi því hérna upp alla veggi sem fyrr. Það er eitthvað sem segir mér að hann hafi drukkið mikið Lavazza. Já, hann hefur þurft á því að halda, sko. Því að hann var alveg vakinn og sofinn yfir uppsögnum. Stífgýraði vinnu alki sem var nokkuð ódreiknarlegur. Sko, Jack Welch, kísukúlukall vikunar. Milljónamæringur out. Jack Welch, kísukúlukall vikunar í boði Lavazza. Kaupið Lavazza. Farið út í búð núna, lappið og prófið það. Það þarf ekki að ræða það. Nei, það þarf ekki að ræða þetta. Ég veit það, en bara það er fólk að núti sem hefur í alvöru ekki smakkað þetta. Er það? Þetta töfrasiði Lavazza. Farið bara, gerið það fyrir mig núna, farið út í búð og kaupið Lavazza og talið síðan við mig. Við komumst ekki á fund lengur á þess að fólk sé bara bíddu, ég ætla að hlaupa hérna, verður með Lavazza. Svo eru þau líka umhverfisvæn hylkin og þú ert að gera vel við náttúruna líka þegar þú kaupir. Ekki spurning. Sko, þér líður vel að það drekka kaffi út þegar það er gott. Þér líður vel að það drekka kaffið út þegar það er gott fyrir umhverfið. Nákvæmlega. Jack Welch, mjög óábyrgt að mér að taka hann í dag því ég er að fara að lesa ævisögun hans. En hann var sem sagt kallaður The Manager of the Century í Bandaríkjunum þegar hann hættir upp á 2000. Fæddur 1931. Hann byrjar að vinna hjá GE, General Electric, 1960. Og sem var bara stærsta fyrirtæki heims með þeim á þessum tíma. Og það kemur úr viðjum uppfinningamannsins sem þú nefndi við okkur daginn, General Electric. Þetta er hann ekki Tesla heldur hinn. Þú varst að nefndi daginn. Ekki Tesla heldur, Nikola Tesla heldur Edison. Edison. Þetta er að miklu leyti byggir á hugmyndum hans og einkaleyfum. Sko, það er ekkert við Jack Welch eins og marga aðra frumkvöðla í þessu. Hann var bara manager, hann er bara ráðinn í starf og það er bara ævistarfið hans. Hann er bara gamli skólinn bara. Og kannski var það meira þannig, ég veit það ekki. Allavega, hann byrjar að vinna hjá GE 1960, 29 ára, útskrifaður verkfræðingur og það fylgir sögunni, hann reyndi nokkur sinnum að hætta því honum fannst þetta svo bjúrokratik. Þetta var orðið risafyrirtæki, honum fannst ekki eins og hann kæmi hugsjónum sínum í gegn, þá kallaði The 9-layer system frá sem sagt bara forstjóra niður í neðsta starfsmann. Þetta er bara svo alvöru corporation. Og hann reynir nokkur sem að segja upp en það er einhver annar yfirmaður hann sem hefur alltaf trú á honum og nær svona uppgreita hann og koma honum fyrir og heldur hann sáttur. 81 tekur hann við sem yngsti framkvæmdastjóri og forstjóri í sögu fyrirtækisins.
Þess að 1981, 31, hann 50 þegar hann sá yngsti. Eftir þetta, þá byrjar hann að ýta í gegn öllum sínum hugsjónum það hvað hann fannst rangt við GE, sem var bjúrókrasjan, og hann fekk viðnefnið Neutron Jack eftir The Neutron Bomb. Sem var einhver sprengja sem að kannarnir byggt til. Kannastu við Neutron Bomb? Ég held að flestir kannast við þetta. Já, og það fylgir sögunni hérna á 5 árum sem að hann tekur við upp á 1980, þá fækkaði hann starfsfólki úr 411.000 í 299.000. Bara á 5 árum, þú veist, hann kom bara inn og hann byrjaði að reka, hann tók bara leið og bara þessi 10.000 þegar drullar sér í burtu. Hann bjóti policy sem að hefur verið til einhver hjá Elon Musk, Muskaranum að hluta. Ég hef heyrt að Netflix notið þetta líka, og það að reka árlega neðstu 10% performance í fyrirtækinu. Og þetta kallað rank and yank. Á móti þá var hann mjög gjöfull við topp 20%. Verður að vera það, sko. Já. Annars þetta bara pjúra óttastjórnun sem það var að hluta og veist hvað gerði árlega. Þetta svona fastur en sanngjarn. Hann var mjög fastur, kannski ekki alltaf sanngjarn. En þú veist, gerir vel við efstu 20%. Já, og þau fengu sko. Það þá væntanlega best performing, standa sér best bara í öllu fyrirtækinu. Já, það sem var kannski svolítið fyrir utan þetta, náttúrulega pínu harsh, en það sem vakti líka athygli var að hann framfylgdi þessa stefnu með því að láta alla millistjórnendur ABC ranka alla sína starfsmenn. Svo bara allir í C-flokknum, þeir voru eiginlega bara reknir, árlega. Þannig hélt hann upp í aga. Hann jók tekjur GE úr 26 miljardum, semst 1980, í 130 miljardi dollara árið 2000, semst á 20 árum. Hann gerði það með því að kaupa 600 fyrirtæki, semst acquisitions. Já. Og bara, hann var bara acquisition maniac, var síðan alltaf að reka og samþætta starfsemina. 40% tekjum var síðan, hann fór svona ákveðið loophole sem ég mjög spenntur að lesa mér til en á þessum tíma, þá var sko, þeir voru með 0% tekjur í financial services eða lán eða annað, en þeir voru með einhvern svona lausari lagarama það að þeir mættu lána viðskiptavinum í fullt af því sem þeir voru að gera. Og það var orðið 40% tekjum. Þetta var bara orðið lánastarfsemi. Já, sem stóð undir mjög stórum hluta af tekjunum. Þannig að hann komst upp með svona aðeins laust tangarhald á þessu, þrátt fyrir að vera ekki banki. Svo reynda að fylgja sögunni hérna leið og hann hætti árið 2000, byrjaði halla undir fæti. GE búið að tapa 80% af markaðsvirði sínu frá árið 2000. Þannig að hann hafði svona einhvers konar tangarhald á fyrirtækinu sem var erfitt að stíga í hans spór. Kannski svona Nettu Ferguson í Manchester. Það hefur ekkert gengið alltaf vel eftir að harðstjórinn gekk í burtu. Ég sé hérna, árið 1967 voru þeir 8. verðmætasta fyrirtæki Bandaríkjanna. Og þú veist, væntanlega í svona topp 20 í heiminum. Já, pottþétt, alveg pottþétt. Hann fekk, samkvæmt heimildum, $420 million í severance pakka þegar hann hætti. Já, það ekkert minna. Já, ég legg ekki meira á okkur. En hann lætur sem sagt lífið þarna 2020. Já. Og þá var hann bara metin á $700 million. Þannig að þetta fín launatjekki fyrir launþega, en þú veist, hann ekki milljónamæringur vikuna, hann kísukúlukall. En hann var væntanlega einhvern tímapunkti komið með eignarhlut í félaginu, þú veist, einhvern slatta. Já, það lítur að vera. Einhverja stock options og eitthvað svona. Já, en það það sem hann kassaði út þarna aftur í retirement, $420 million. Já. Sem svo sem ekkert ömurleg upphæð, en... Nei, en hann var allavega ekki miljardamæringur, greinilega. Nei, ekki Billionaire. Nei, því miður. Nei. Skemmtilegt. En þetta rank and yank, það sem ég ætla að segja, Netflix, held ég sem stefni sem heitir, hvað var það aftur? Nurture the best, fire the rest, eða eitthvað. Já, það bara til eitthvað svona slangur yfir á stefnu? Já, þau fylgja þessu semst að hluta bara gera ekstra vel við bestu starfsmennina. Já, þau eru ekkert að auglýsa það á heimasíðunni, sant? Nei, ég þarf kannski að fá þetta confirmed, Þannig? Já, þau eru að henda engi sprettun á þetta. Og sama með Elon Musk, hann hefur víst verið alveg þokkalega harður á þessu að vera að reka reglulega. At Netflix, getting fired is part of the job. Já, skemmtilegt. Herðu, það nú margt hérna, við erum með svo marga fréttir sko, sem að þarf að ræða. Það kannski helst hérna,
langaði að dreipa á einu sem kom hérna hvort það verið á þriðjudaginn og það hann Bubbi Mortens okkar allra. Já. Og við ræddum, hann kom náttúrulega fyrir hérna í listanum í síðustu viku yfir ársreininga hjá listamönnum sem fórum með tekjur og svona félögum sem að listamenn haldi utanum og Bubbi kom þar við sögu, en núna var hann að setja í gang á þriðjudaginn, sýnist mér, listaverkasölu. Já. Það sem að listaverk voru til sölu fyrir 46 milljónir. Þetta eru svona gamli textar og einhverjum svona bútar úr lögum sem hann hafði skrifað fyrir 40 árum eða 50 árum eða hvernig það er sko. Þetta er búið að vinsælt í dag, vera með einhverja texta upp á vegg. Já, þetta er heitt í dag sko og en hann, gerði sér lítið fyrir og seldi á fyrstu 3 klukkustundunum fyrir 15 milljónir, 1/3 af öllu safnu. Já. 5 milljónir á tíman. Það er ágætist tímakaup. Já. Hvernig er þetta með svona, þetta var náttúrulega bara netsalan, hvernig er þetta með svona galleri og svona sem eru lýsingar? Þekkirðu köttir sem þau taka? Nei, heyrðu, það lest mig ekki vita. Ég var að tala við einn sem að rekur galleri bara áðan sko. Við þurfum eiginlega grúskans í þessu, komast að þessu. Komast að hvað er komissið? Commish. Sko, eitt sem er reyndar óþólandi við hennar listamarkað er að það er alltaf hérna buyers fee, eins og uppboðum og svona. Já. Þú borgar alltaf kaupþóknun. Já, einmitt. Sem að er alveg hrottalega háprósenta. Þannig að það leggst ofan á. Já. Það er ekki inklútað í verðinu. Nei, sem er óþólandi. Það á ekki að vera þannig. Nei, ég var búin að sjá þetta sko. Hækkaði frekar bara verðið því sem nemur sko. Þetta er bara sálfræði sko. Já, en þú veist, það er á uppbóðunum, segjum að fara eitthvað málverk á 1.000.000, þá kemur kaupþóknun og hún er alveg 20-30% sko. Þarna áttu bara frekar að setja listaverkið á 1,2 eða 1,3 ár sko. Sammála því. Já, bara, þetta er sálfræði. En svona virkar þetta í dag og þetta er, ég skal bara finna þetta. Já. En já. En á meðan kannski, auðvitað, brauð og kó. Gott að vera með brauð í blóðinu þegar maður er í svona. Já, og chili. Ostaslöfan. Vákán er góð maður. Það eru farin að hlæja mér þegar ég mæti í Garðabænum. Ég kem hérna inn í morgun og hver setur inn í eldhúsi að hamstra í sig eina chili ostaslöfur á brauð og kó. Jú, það er þú. Sko, ég er nú svona sjálftillaður gæðastjóri þarna hjá þeim. Þú veist, það verður bara að passa þegar þú kemur svona nýja vöru að það sé alltaf sama fyllingin. Þannig að fólk sé alltaf ánægt. Algjörlega, það er ekki hægt að byrja með eitthvað og svo bara láta draga á gæðunum, það má ekki. Og ég hef svolítið tekið þetta að mér, en það er ég að hlaða utan á mig þessa dagana. Ég er að fara til Flórida og ég ætla að vinna með Dadbod. Já, það er að falla þetta á þig. Já, það er heitt, já. Hann er mætt á bakkan og hann með Dadbod. En brauð og kó, kunnið þeim bestu þakki fyrir, það er auðvitað bílalóan, endilega komið við þar fyrir vinnu. Efst á Laugaveginum, gamla sjálfstöðin á nætuvættinni og svo er það bara auðvitað snúðarnir eins og við munum koma inn á. Seinna að þetta eru bestu snúðar bæjarins. Já, ég held að það sé alveg óumdeilt. En þú varst með einhvern lista, einhvern annan, var það ekki? Jú. Ég get líka tekið frétt, það er nú svo sem ýmislegt að ræða þetta, auðvitað ég verða komin á fiskikóngin. Hagnaði þessum 200 milljónir. Jú, það er vel gert. Það er svakalegt. Er það ekki þessi pottar frekar en? Jú, þetta er held ég að með skilst sko samtvinnað, heitu pottarnir og fiskvæslunin sko. Og þetta var hvort þetta hafi verið í kringum 1,2 milljarður í veltu, 200 milljónir í hreinan hagnað, takk fyrir. Já. Svo fylgdi líka með í fréttina að væri að láta veldið í hendur svona sína. Og nú þekki ég annað þeirra, þannig að það er spurning hvort að hann blæði ekki næsta barnum bara. Já. Það ekki það. Ég blæði hverju, er hann ekki bara að fara að hendi einhverjum gellum og hrognum og... Jú, svara það. Já. En þetta er stórkostlegur árangur og bara búið að gera helvíti vel þarna. Kom líka fram, þú veist að hann byrjaði 18 ára í rekstrinum og hann tók þessa fyrirmynd frá Ameríku að fara og auglýsa bara sjálfur svona og vera kjánalegur, asnalegur jafnvel, Like, þetta er búið að virka. Já, og það er sér alltaf að segja, djöfull hefur það skilað sér sko. Já. Og hann á bara stórt róskilið þó að mér finnst þessar auglýsingar nú ekkert aðstæðlega, ég hef bara gaman að þeim. Já. En það er eitthvað beauty í þessu, þú veist, þetta er svona, það er eitthvað kjánlegt þegar eigandinn kemur sjálfur og er eitthvað Þetta er náttúrulega mjög þekkt með svona bílasala og frá Bandaríkjunum. Þetta hefur náttúrulega aukist og þetta þekktist ekkert þegar hann var að byrja á þessu. Fyrstur. Já. Svo voru að daginn, það var eitthvað svipað, held ég einhverju feðgar eða eitthvað, ég man ekkert hvað þeir voru að auglýsa. Nei. Alltaf sé aðeins aukast eða?
Ég veit það ekki. Já, örugglega. Já, segjum það. Heyrðu, við erum stödd á, hérna, degi Singles Day. Ok. Já. Og sko, ég ætla bara að vera með, þetta ekkert vara vikunar, þetta bara Singles Day í boði Górilla vöruhús. Ok. Og sko, núna sölutímabilið að byrja, að hefjast. Singles Day, svo kemur Black Friday, svo kemur Cyber Monday, svo kemur jólasalan. Það á þessum dögum sem þú áttaði á því hvort að vefsölumódelið þitt sé gert hagkvæmt eða ekki. Þegar þú ferð að fá inn hrinu af netpöntunum. Það sumir að fá bara yfir 100 pantanir á klukkustund núna, fram til degi. Og ætlar að finna sjálfa þig að því að vera að vinna langt fram á kvöld að pakka sjálfur, svara neytendum, fá einhvern inn í búð og má ég koma að segja klukkan 8 á mánudaginn? Nei. Já, sko, snjalla fólki sem hlustar á okkur núna, það er búið að færa vörurnar á lagerinn hjá Górilla. Já. Það er ekki að díla við þetta ógeðslega leiðilega fólk. Nei. Það er alltaf vesen á ákveðnum kunnum sem að þú bara sleppur við út af því að það er ekki hægt að sækja heldur hjá Górilla. Þetta bara sendt heim eða í postbox og svo þarf þetta ekki að díla heldur við dreifingaraðalina að vera að fara sjálfur niður í post eða sjálf eða hvernig það er. Það er bara outsourca leiðindunum. Já, það er svolítið á þessum degi sem þú sér hverjir hafa fangað hjarta Górillunar og er að eignast frumskófin. Já, algjörlega. Það er orðað sönnu. Tjekki á Górilla. Já, Singles Day er stofnað í Kína árið 2009 af Alibaba. Vissir það? Nei, þetta vissi ég ekki. Ég samt las, það voru einhverjir háskólanemar. Það var það sem ég las. Já. En það kannski getur verið að þeir, sko Singles Day var náttúrulega ekki svona kannski viðskiptamiðað til að byrja með. Það var meira bara svona svar við Valentínsdeginum. Já, sko, og jú, það að viðskipta með það. Já, kannski ekki hugmyndin upphaflega, skilur, hjá einhverjum háskólanemum. Nei, sko, en svo koma kannski eitthvað svona auðvald eins og Alibaba. Já. Og monetæsar það og segir bara, nú er Singles-dagur að alla vörur á þessu. Þetta var mjög strategískt og þetta er rétt sem þú segir. Valentínusdagurinn er dagur para og giftra. Og 11.11. er þessi dagur sem hafði alveg verið stór í Kína fram með þessu að þú fagnar einstæðunni. Og þeir vildu gera þennan dag fyrir einstæða. Stofnaði þetta semst fyrsti svona söludagurinn sem fyrir lofti 2009 samstarfið 27 vörumerki í Kína. Veltu $7,8 milljónum. Árið hvað er þetta? 2009. 2009, já. Hvað er það? Það er bara milljarður íslenska. Hvað sagður þau? 7 milljónir dollara? 7,8 milljón dollara. Þetta er kannski í kringum milljarð. Rúmlega dollarnir er háru núna. Já. Fyrir árið síðan, og ég ætla bara að hlaupa yfir. Þetta er engin saga að segja. Þetta er stofnað 2009 og hvar erum við í dag? Og ég er bara staddur í Kína, sko. 290.000 vörumerki sem taka þátt í Singles Day 2021 veltan 84,5 milljarðar dollara á einum degi. Þetta er bara einn fokkin söludagur. Já, 900 milljónir kínverskra notenda sem að logga sig inn og taka þátt í þessu. Segðu þess að tölu aftur. 900 milljónir uník notenda, jú. Þetta er langstærsti söludagur í heiminum. Nei, þetta meikar ekki sens. Nú, ok. Er ekki 1,1 milljarður bara sem býr í Kína eitthvað? 1,4, 1,45, já. Ok, já. Þetta er bara 60-70% af þjóðinni. Já, þetta er risa. Ég var svo sem ekki fleiri móla. Ég get komið með fleiri móla. Viltu fleiri móla? Já. Meðal... Kjá mér eitt brauðmóla enn. Já, average order hérna er $38. Já. Þú veist, það er eitthvað 4 skall eða eitthvað. 38 per uník sölu. Shit. Já. Herðu, já, ég er með hérna, sko, leading motivation. Hvað fær fíklana til þess að lokka sig inn? Og það er, sko, 61% eru búin að ákveða item og eru bara að leita eftir afslætti. 50% sem nota Singles Day, sem er líka trend sem búið að gerast, er að leita nýjum vörum sem er lýsað á Singles Day. Þannig að þú veist, það er orðið eitthvað svona norm. Heyrðu, við lönsum á Singles Day, komið inn. 36% þá er bara til að styðja. Bara, heyrðu, sútöpur með Singles Day, við kaupum eitthvað á þeim. Kaupum að bindi, eða veiðifélaginu, eða hvað það væri, einhverju vinnur okkar. Kynna sér nýja tækni, 21%, bara kíkja. Þannig að þetta er ansi magnað. En þú veist, hver er veltan á þessum degi versus bara Black Friday? Og svona ger ég mér vonum að ég ger ráð fyrir að Black Friday sé stærri. Nei,
Black Friday ekki stærri. Black Friday stærri, þú veist, í Bandaríkjunum. En Bandaríkin ekki með stærri dag heldur en Singles Day. Kína. Já. En til að teygja lopan, þá skal ég taka það saman þegar Black Friday eftir 2 vikur. Já, það verður spennandi. Já. Það verður mjög spennandi. Af því sögðu, ég hef upplifað Black Friday. Já, við erum með gest á Black Friday, eða ekki? Jú, ef hann mætir. Já, ég ekkert vissum að hann mæti. Hann örugglega nennir ekki að mæta á hittu. En ég hef verið á Black Friday. Birmingham, Alabama. Já, hvernig var það? Bara fínt. Við vorum vaknaðir 5:30, mættir í mollið 6 morguninn. Já, þú fórst til að nýta þér. Já, sko, en til að taka þátt í slagsmálunum. Nei, ég þarna fyrir 11 árum. Hugsaði hvað maður var gamall. Og einu sögursagn, eða þú veist, fréttina sem við lásum var bara hvað voru margir sem dóu á Black Friday árið undan. Því að fólk að kremjast undir. Ég veit þetta galið, sko. Já, við mættum aðeins seinna, sluppum svo sem blessunlega þetta. Ég held að engin dauðdagi verið í Birmingham þennan dag. Ekki í þessum bæ, í þessu ríki. Nei, en svo það líka annað sem að gera að verkum að Black Friday ekki stærri út af því að það ekki 100% netdrifin sala. Nei, Singles Day bara búið til í kringum það þú ert að mæta online og versla. Með öllu þessu samfélagsmiðla dótið sem í gangi núna með áhrifavaldar eru farnir að vera með eitthvað svona live stream á opna, þú veist, þá vantilega bara mynda stækka og stækka, sko. Þetta við bara stækkandi. Og sko til þess að ná meir út Black Friday, þá byggum við til Cyber Monday sem semst, nú erum við bara á netinu. Þetta orðið bara klikka sölutímabil, held ég. Klálega. Nú, ég held svona við förum nú svona senn að ljúka þessu, en ég vildi auðvitað koma inn á önnur frétt hérna, stjórnblað á Lónsins. Það búið að taka ákvörðun að hefja undirbúninga skráningu félagsins á aðalmarkað. Takk fyrir. Vissirðu þetta? Já, ég á búin að sjá þetta. Bláa lónið á leiðin á markað. Mér finnst eitthvað steikt við þetta, en eitthvað svo fallegt. Og sko, ekki bara verið að gefa okkur sem höfum farið, kost á að verða hluthafar? Ég segi það, jú, algjörlega. Bara fá eignarhlutin í hendur sótsvars almúgan, sko. Hérna sko síðustu viðskipti með eignarhluti voru á bilinu, eða sem sagt, félagið miðað við síðustu viðskipti metið á 58 til 62 milljarða króna. Segðu þetta aftur. Sem sagt, síðustu viðskipti voru verðmet, þú veist, í síðustu viðskiptum var Bláa lónið metið á 58 til 62 milljarða króna. Já. Þannig að sá hlutur sem var keyptur, það var ekki keyptur fyrir 58 milljarða. Nei, ég skil. En ertu með verðbör hlut, eða? Nei, ég þekki það ekki. En hérna, mér finnst þetta vanta inn í kauphöllina. Eitthvað sem að kostar yfir 1000 krónur. Já, bara einmitt. Það einhvern veginn svona eigulegra. Já, Marel var náttúrulega tæft. Já, þegar Marel var að ná í 1000 kallinum, þá var ég að hugsa að kaupa. Og þegar maður vill, það svo virðulegt. Það slæmt fyrir í dag, svo. Mér minnir eins og, hvort Össur, þeir voru nú ekki konur yfir það held. Ég þekki ekki. En þetta bara leikur á tölum, ég menna það er að leika sér að þessu. Já, þetta væri náttúrulega bara leikur á tölum. Að fara í hlutafjárlækkun og hækka verðið per hlut, sko, það minnsta máli. Já, ég myndi hvetja á til að koma inn á að hluturinn kosti svona 15-16 skatt. Er þetta ekki eitthvað þannig hjá honum Buffett? Já. Warren Buffett hvað var þetta ekki, $900,000 sem þetta var komið upp í? Jú, Berkshire, maður segja, nú verður við. Já, ég held að það er $435,000. Já, það fór allavega upp í einn hlutur. Shit, og þú veist, málega þú ert að kaupa kauprétti, þú veist, optiona, þá þarf alltaf að kaupa 100 í einu. Já. Skilurðu, þannig að kaupa option á Berkshire Hathaway, skilurðu, það geta það bara fæstir, sko. Já, það er mjög áhugavert. Og hérna, einn option samningur eru 100 hlutir, sko. Og þess vegna félög hafa verið að fara í hreinlega bara stokksplit. Til að gera þetta aðgengilegra fyrir fólk, sko, fyrir almenning. Ég ræð stjórnendur Bláa lónsins alfarið frá því. Segja þeir að komin á marka á svona 70-80 skall hluturinn. Það væri bara mjög eigulegt. En þá held ég að við fyrir bara að loka þess í dag. Djöfisist væla. Og eru við ekki bara tæmdir? Jú, og ég hvet fólk til að hlusta á þennan í dark mode, þennan þátt. Já, byrju, okkur. Bara það er svo margir sem eru happy þegar að hlusta á okkur. Verið svolítið angry þegar að hlusta. Já. Verið angry, þetta er orðað sönnu og skulum bara loka. Förum bandbrjáluðin í helgina. Ganga hratt gleðina dyr. Og gerum allt sem við getum til að halda okkur á lífi
eftir næsta þriðjudagsþátt. Já, við krefjumst vægðar eftir næsta þátt og bara afsökum fyrirfram. Herri, á sig auðvitað gott dag. Takk og bless. Bye.